Þetta er ný áskorun þar sem stelpur munu búa til dúkkuhús. Brittany er að búa til hús fyrir Barbie og Monica hús fyrir nornina. Sjáum hver gerir betra hús. Brittany leikur venjulega með Barbie á meðan Monica leikur með ástkjöru norninni sinni. Þær hafa bara eitt hús og það er greinilega ekki nóg fyrir 2 dúkkur. Þær rífast alltaf um það. Jæja, það hrundi. Veistu hvað? Ég ætla að búa til hús sjálf. Ég ætla að líma pappahluta saman. Svona, já. Ég er snillingur. Og nú er húsið mitt tilbúið. Frábært! Hvað? Er Monica með svipað hús? Já, ég byggði mér líka sérstakt hús. Þú ert ekki svo eina sem getur það. Hérna er glugginn. Hvað? Ég er líka með glugga. Hún hermir allt eftir mér. Ég skal kenna henni leksíu. Hérna er vandsbyssan mín. Miklu betra, Brittany. Hei, þetta var fyndið. Nei, það er ekki fyndið. Ég er alveg bleikt. En ég fékk hugmynd. Ég er með snirtidótaveski. Það eru fullt af naglalökkum hérna. Veljum hinn fullkomna lit. Ó já, þessi ljósbleiki er fallegur. Málum nú húsið mitt með honum. Vá, geggjað. Ég fékk líka hugmynd. Ég ætla að mála húsið mitt grænt. Það mun koma fullkomlega út. Það verður örugglega fljótlegra með þessu. Jæja, ég er búin að mála húsið mitt. Ég er líka búin. Hvað ætti ég að gera næst? Láttu mig hugsa. Rétt! Þakið. Hyljum það með þessu efni. Þakið mitt verður þakið laufblöðum. Það passar fullkomlega við þennan græna lit. Gerum nú ramma fyrir gluggann. Þetta verður geggjað. Ég þarf líka ramma, en minn verður hvítur. And look at this shoe! Og ég er með nornahatt. Hvað það er yndislegt. Mér líkar líka við húsið mitt. Hvað er næst? Rétt. Byrjum á því að gera fyrstu hæðina. Leggja niður teppi. Það verður stofa þar. Nornin mín mun fá gesti í þessu herbergi. Sófi, tré. Vá! Aðeins fleiri plöntur og steinn. Sófaborð auðvitað. Og nornin mín getur geymt hattinn sinn á því. Þetta er geggjað. Hvað finnst þér? Líkar þér herbergið mitt? Jæja, þetta er herbergið þitt núna. Við þurfum svo sannarlega spegil. Litla norn, gjörðu svo vel. Þetta verður geggjað. Reyndar þurfum við fleiri spegla. Dúkunni minni líkar það mjög vel. Ég er svo glöð. Gott hjá þér, Monica. Brittany, hvað með þig? Ég er líka að gera fyrstu hæðina. Þín er hræðileg miðað við mína. Monica, fylgstu með og lærðu. Hérna er teppið, sófinn, borðið. Vá! Og smá skraut auðvitað. Þú þarft svo sannarlega sjónvarp. Uppáhaldsþátturinn þinn. Hann er svo fyndinn. Ég hlæ alltaf hérna. Vá! Fullkomið! Barbie, hvernig líkar þetta? Komdu! Jæja, eins og ég sagði, herbergið mitt lítur virkilega betur út. Já, ótrúlegt. Ósanngjarnt. Hvað ætti ég að gera á annarri hæðinni?
Hugmynd. Bíddu og sjáðu. Jæja, við erum með fallega flöt. Hún er svo mjúk. Fullkomið. Jæja, hvernig líkar þér það, nornin mín? Þú ert með reiðhjól. Ég vissi að þú myndir elska það. Líka tjört. Ótrúlegt. Lítil bekkur og þú getur hvílt þig þar. Líka geturðu hort á sætar endursynda á kvöldin. Gjörið svo vel, endur. Hér er nýja heimili ykkar. Fullkomin tjört. Jæja, fá þér sæti, elskan mín. Nornin mín elskar að lesa bækur. Ég vissi að þú myndir elska það. Fullkomið. Ég kom aftur úr búðum. Ég keypti allt sem ég þurfti fyrir Barbie-dúkkuna mína. Fyrst ætla ég að búa til sundlaug fyrir hana. En fyrst þarf að fylla laugina af vatni. Rétt. Svona, já. Fullkomna laugin mín. Nokkri sólbekkir og sólhlíð. Ýmis smáatriði og smá tónlist auðvitað. Barbie-dúkkan mín getur ekki farið að synda í þessum fötum. Hún þarf að fara í sundföt. Þetta er miklu betra. Jæja, leyfðu mér að setja þig á sólbekkin. Hérna er kokteil fyrir þig. Ó, Barbie, sjáðu! Vinir þínir eru að koma. Þau vilja njóta flotta sundlaugarpartísins þíns. Geggjað! Ken, við höfum ekki séð þig í mjög langan tíma. Ástkæri. Jess, þetta er ekki réttu fötin fyrir sundlaugina. Þetta er miklu betra. Jæja, þú mátt fara ofan í laugina. Allir eru að kæla sig. Það er svo heitt í veðri. Og kokteilar munu hjálpa ykkur. Gjörið svo vel. Fullkomið. Vá, Brittany er með heilt partí þarna. Kannski þarf nornin mín ekki einu sinni á því að halda. Jæja, við erum að gera aðra hæðina. Það verður eldhús hérna. Eldhúsið mitt verður líka bleikt. Hvað það er yndislegt. Ná, sjáum hvað við höfum hérna inni. Fullkomið. Nokkur snakk. Vá, líka smá matur. Núna nokkur eldhúsáhöld. Vá, jafnvel brauðrist. Gerum nokkra ristaðar brauðsneiðar. Vá, það virkaði í alvörunni. Set það á disk. Tek smá sultu. Barbie, það er komin tími til að þú borðir hádegismat. Ég gerði þetta fyrir þig. Fáðu þér sæti, ég skal hjálpa þér. Barbie-dúkkunni minni finnst ristað brauð virkilega gott. Jæja, vinkona, verði þér að góðu. Smyr sultu á ristað brauð og smakka. Það verður svo ljúffengt. Jæja, ég vissi að þér myndi líka það. Ertu líka með eldhús? Já, en það er munur. Mitt er betra. Hérna er kokteil. Uppáhaldssteitingur nornarinnar minnar. Krakkar, þessi eldhús eru virkilega flott. Og við höldum áfram. Sjáum hvað við höfum í vændum. Það verður svefnherbergi á 3. hæðinni. Þetta er þar sem nornin mín getur hvílt sig. Svart teppi? Þetta er teppi. Vá!
Ó, þú hermir alltaf eftir mér. Þetta verður rúmið. Og ég er með bleikt rúm. Sjáðu þetta risastóra glitrandi hjarta. Það er beint á veggnum. Ég þarf líka fataskáp. Fötin hennar nornarinnar minnar verða geymd í honum. Líka nokkrar bækur. Aftur, hún elskar að lesa. Og sumt af uppáhaldshlutunum hennar ásamt veggspjaldi. Fataskápurinn hennar Barbie er svo sannarlega stærri. Hún á svo mikið af fötum. Setjum allt upp. Hérna eru handtöskurnar og skórnir. Barbie-dúkan mín mun elska það. Stelpur, þessi svefnherbergi eru dásamleg. Dúkkurnar ykkar munu elska þau. Ó, ég veit hvað að gera. Skiptum föt á Barbie-dúkkunni minni. Vá! Allt lítur svo vel út. Ég veit ekki hvað ég á að velja. Ó, jæja, nornin mín er með plötuspilar í herberginu sínu. Hún mun geta skipulagt dansleiki beint í svefnherberginu sínu á hverjum degi. Já, það er svo gaman. Ó, já. Barbie-dúkkan mín er svo falleg. En ég er þreytt á að leika ein. Ó, hugmynd! Fara til nágranna míns með köku. Monika! Halló! Við komum ekki tómhendar til þín. Barbie-dúkkan mín ákvað að gefa þér köku. Ó, það er sætt. Leikum okkur saman. Dúkkurnar okkar eru jú vinkonur og við líka.